Góðan daginn allt sem Við erum öll útlæð hérna í fræðunum og maður verður bara að drífast í hjarta það geta alveg svo. En já, við erum bara almannavarna við Eldhúsaköllu. Við erum aðeins skoða þetta hjá okkur og í rauninni eftir mikla fræðslu og upplýsingar frá Jarðvísindastofnun og þeim félögum sérfræðingurum í þessu. Þá fórum við að skoða þetta og héldum okkar fræðslufundi sem voru bara af hinu góða. En svona ég hlaupi nú hratt yfir þetta var ekki eins fræðilegt fyrir mig. En þá það þetta hefur verið sagt, ég hef þetta ekki upplýsingar frá mér reyndar, að Katla kjósi að með þetta 49,5 ára fresti, ég hef þetta frá okkur spekingum. Svo gauðs hún okkur fyrir 100 árum síðast, þannig að þá segja menn að hún sem byggt verið komin á tíma og menn býði fyrir henni. Og ég fannst mjög svo sniðugt, ég horfði að þáttur Göllu og það var einn maður sem búinn að bíða eftir Göllu í 30 ár. Hann sagði, ég vona bara að fara að koma. Og bara spennt fyrir þessu. En hérna í Vestmannaeyjum eins og þegar við erum búin að fá fræðslu núna, þá þetta okkar, þurfum við að skoða þetta. Annars vegar öskufalli og hins vegar möguleg flóð. Og það eitthvað sem við þurfum að kíkja og afstæðan er bara þessi fyrir bara svona einn kort þarna sem við sjáum hvernig afstæðan og þurfum að fara frekar út í það. En askan eins og þeir voru að lýsa hérna, þessi sprengigosmökkur og allt sem fyrir verið í þessari ösku, hún þekkt fyrir þetta. Bara sérstaklega flugið, hún fer hátt og getur farið víða og alveg eins komið til okkar eins og að fara út annan. Og þetta orðatiltæki að sjá ekki handa sína stíl, það skilst mér að eigi við þegar þú standir í gosmökki frá ösku. Þá heldur á hendinni fyrir fram að þú serð ekki hendina á þér. Þannig að þetta þekkja mér svo líka undir Eyjafjallajökli og búsinu vegna þess. Þannig að það sem við þurfum að gera hér auðvitað að gæta nokkrum atriðum eins og loftræstikerfi. Ég með að vera með til dæmis heilbrigðisstofnunina og fleiri stofnanir sem verið með kerfi sem það kannski að fara að loka eða setja síur á. Það þarf að huga vel að þessu þannig að við náum að tryggja að lendi ekki meiri vandræðum heldur en og fá þetta allt inn í þessar stofnanir. Við þurfum jáfnvel bara eitthvað að loka núna, þá þurfum það að hafa verið loka það sem þarf að loka og þá bæði við bara fasteignum og stofnunum og ýmsu sé haldið lokuðu og svo hins vegar bara geta verið svæði sem eru sérstaklega hættulega erfið og þá er þeim bara lokað en enginn komist á þau. Það þarf að huga sérstaklega þeim sem eru sjúkir og hafa með öndunarfæra sjúkdóma með slíkt og þurfa að fá okkur sérstaka varnir gagnvart ösku og það þarf ekki eins og vera mikið til þess að það þarf mjög illa í veikt fólk. Þannig að sjúkrahúsið auðvitað kannski viðkomsta stofnun okkur hvað þetta varðar. Við þurfum að venda það mjög vel að fyrir vel ekki fyrir áhrifum. Og svo þekkjum við það líka á sögum að ökutækin, að síur í ökutækjum að þurfa að skipta þær og það þurfa að tryggja það að það komist ekki aska í kerfi sem þannig að þau get ekki verið óökufær. Og þetta getur menn bara eitthvað sem undirbúið sig með þeim hætti að eiga varahurðir að sír og tryggja það að sé hægt að skiptum. Svo þetta, það sem við höfum verið að ræða líka og það eru þessi prófíkjur og mér finnst bara einfaldast að hugsa þetta sem hækkun á yfirborði og yfirborðsjár. Við erum ekkert að fara að fá út vegg hingað kemur ekki ykkur veggur sem sér langt utan á. Þetta ef maður hugsa þetta bara sem hækkun á yfirborðinu, þá svona ámaður aðeins auðvitað að skilja þetta allavega ekki. Þannig að ég og við vitum það auðvitað bara á milli flóa sjávarstaðan mjög mikið. Alveg 2,7 metra. Þannig að það skiptir auðvitað verulegu máli hver sjávarstaðan ef það kemur flóð. Þannig að við hljótum þá fyrir að búa okkur undir það að það sé hæsta sjávarstaðan. Og þetta náttúrulega eitt spurningamerki Við vitum ekki hvort á þessu verður eða hvað verður. Eina sem við gerum að rýna í söguna, hlusta á sérfræðingana, reyna að reikna þetta út frá betri niðurstöður á því hvað svona mikið vatnsmagn með allt þessar drullu sem kemur upp á svona hlaupi, hvaða áhrif þetta haft í það, en auðvitað veit þetta enginn. Og við höfum ekki það miklar upplýsingar frá 1918 að við vitum nákvæmlega hvað gerist. En það auðvitað rosalega mikið breytt frá 1918. Hafnasvæði okkur gjörbreytt, þetta voru fjörur og klappir og það var ekki þessi bryggjukantar allar út. Og það sem meira við vorum ekki búin að fá heimaeyjargosi 73. Þannig að við erum komið miklu meiri þrengingu
inn á hafnarsvæðið líka, sem við þurfum líka að hugsa. Aldan eða hækkun á yfirborðinu, hún eyðist ekki eins og ekki fjörum eins og var kannski 1930. Þetta getur orðið aðeins bratta. Getur maður ímyndað sér, en svo er maður hægt að ímynda sér. Þetta hefur maður ekki séð gerast. En varðandi almannavarnir, að þá teljum við það hlutverk almannavarna að upplýsa fólk, vara við, segja fólki frá mögulegum hættum. Og það kannski sem kannski ólíkt nokkuð á Íslandi en við heim, þar sem að oft á tíðum erum menn að halda bara upplýsingum leyndum með fólki. En okkur í almannavörnum og bara nefndin virkilega sammála mér það að það er bara betra að koma upplýsingunum út, upplýsa fólk þetta og það þá sjálft ekki ákvörðun það. Hvað það ætlar að vera með sjálft sig eða bara sína hagsmuni. Og almannavörnum hafa þetta eitt með lögum, eitt af því að gera viðbragðsáætlanir. Við höfum gert viðbragðsáætlun vegna eldgosa og við höfum viðbragðsáætlun vegna mögulegs færislis með Herjólfi og flugslýsáætlun og sóttvarnaáætlun og eitthvað slíkt. En ennþá höfum við enga viðbragðsáætlun unnið þar að segja með almannavarnir ríkislögreglustjóra eins og okkur ber að gera samkvæmt lögunum vegna mögulegra flóðahættu. En það kann kannski að vera bara komið að því. Þannig að við erum ennþá að vinna í því að fá frekar upplýsingar að þetta verður reikningað út fyrir okkur og við fáum okkur kannski meiri upplýsingar til þess að geta farið í slíkt, en það er mjög æskilegt. Því að almannavarnakerfið virkar þannig að þegar boðað eftir ákveðinni viðbragðsáætlun, þá er ákveðinni aðalega boðaður og það er bara gert með einum nafni hjá Neyðarlínunni, nánast. En ef við erum að fara að boða almannavarnakerfið án þess að setja upp viðbragðsáætlun, þá er það meira svona handvirkt. Þannig að það er auðvitað mikill kostur að hafa bara viðbragðsáætlun, það ekki að vera eitthvað stórkostlega flókið en bara núna síðan. Þannig að þetta er kannski næsta máli okkur að fara að vinna í því. En svona einn liður í því að upplýsa fólk og ræða þessa hættu var að halda fræðslufund. Við gerum það almannavarnanefndin í janúar 2017 og þá héldum við fund eldgosahættu og náttúruvá og það var fjallað bæði hættumat sem er að vinna á Veðurstofunni og það var fjallað svona almenna eldgosamál en þetta var ekki fundur fyrir almenning. Þarna vorum við fyrst og fremst að boða viðbragðsaðilana og þá sem eiga hagsmuni til dæmis á hafnarsvæðinu. Og þarna voru sérfræðinga frá Veðurstofu Íslands og svo þá sérfræðinga áðan og frá Jarðhitastofnun sem fóru svolítið vel inn í þetta. Og ástæðan fyrir því að við vildum boða hagsmunaaðila við höfnina að var að okkur fannst ekki sniðugt að vera að halda einhverjum upplýsingum mögulega flóðahættu og bara fyrir okkur heldur fannst okkur eðlilegt að kynna það bara fyrir þeim sem eiga þarna hagsmuni og þeir geta þá brugðist við. Og þessi fundur var vel sóttur og hafði bara þótt góðar, hafði mikið margt gott í för með sér Því að, en ég hef sagt þetta snýst að fræða fólk en ekki hræða. Þannig að þetta er fræðsla en ekki hræðsla og það var það sem maður náttúrulega heyrði og fólk gagnrýndi okkur svolítið fyrir. Hvað er að hræða okkur því að hér er hrætt flóð og við viljum bara ekki heyra þetta. En það væri full mikið kæruleysi að vita einhverjum svona á þess að upplýsa fólk það. Og þess vegna höfum við farið út í það að vinna þetta svolítið áfram og reyna að fá frekari niðurstöður og erum í því. Og þegar maður er að ræða á að segja frá þessu eða ekki, þá höfum við fullt af dæmum í sögunni þar sem að það hefur ekki verið gert. Það var ekki gert þarna í Kólumbíu í fyrra, 1. apríl. Það var mikið flóðulega rigningar og létust fjöldi manns. Það voru engar viðvaranir, allir sofandi, það gerist nótt. Og þarna voru almannavarnir bara mjög gagnrýndar. Þetta fór bara í opinberri rannsókn. Hvort að menn hefðu ekki átt að gera. Þessu vill enginn lenda í. Þannig að allt sem við erum að ræða mögulega náttúruhamfarir, þá auðvitað, þetta eru mögulegar náttúruhamfarir. Það er enginn að spáði að hér verði eitthvað hræðilegt sem gerir sem enginn standi upp úr. Heldur, fólk þurfa líka bara að fá upplýsingar til þess að geta átt að segja á því hvað er það sem að getur gerst. Þessu aftur á móti man enginn eftir. Þetta gerist fundum eftir einu þarna, en þarna var enga reynd. Og eftir það var eins sem hann saknað. Þannig að það er mín skoðun, auðvitað betra að upplýsa fólki sem býr við ákveðna ógeðum það, heldur en ekki. Þess vegna höfum við verið að vinna í þessu. Og svo náttúrulega nýjasta dæmið
sem við höfum hérna með Indónesíu. Og þá verður þessi jarðskjálfti og flóðbylgja auðvitað aðstæður á þessum svæðum allt aðrar en hér. En það sem ég að tala þessar tilkynningar. Þeir höfðu nefnilega sent flóðbylgju viðvörun, eins og Ármann nefndi, en þeir dróðu henni tilbaka. Og þarna sjáu þið svona þennan, er hann ekki kallað bara Palo Bay, þessi flói þarna kemur sem sagt flóðbylgjan og þegar hún fer í þessa þrengingu, þá hækkaði hún þessa 6 metrum. Þannig að það er það sem að auðvitað ekki gott og allir getur verið sammála í dag. Það verður ekki gott að draga þá viðvörun tilbaka. En það er ekki eftir tekið. En það sem að við myndum gera við leða að vera búið tilkynna með eldgosi gögn eða upplýsingar, það er ekki læg fyrir við það, þá myndum við virkja almannavarnakerfið. Það þýðir það að við getum til starfa aðgerðastjórn og sem starfar svona á neyðarstundu undir almannavarnanefnd, en í almannavarnanefnd setja náttúrulega aðilar frá helstu viðbragðsaðilum. Það er bærinn og það er slökkviliðsstjórinn og bæjarstjórinn og það er slökkviliðsstjórinn og það er framkvæmdastjóri framkvæmdasviðsins og það eru 2 frá björgunarfélaginu og það er yfirmaður frá heilbrigðisstofnuninni. Og svo eru svona afleggjarar af þeim í aðgerðastjórninni, mismunandi eftir hvað stöðum er gegn, hvort þið getið sittið þar eða aðrir sittið þar. Og það kemur Rauði krossinn inn með okkur. Og þetta er svona, þarna þú taka í aðgerðastjórninni tekna ákvarðanir hvað það á að gera. Hvort, hvernig á að fara í tilkynningar, er eitthvað sérstakt áhættunarsæmi sem þarf að huga eða eitthvað slíkt sko. En sérfræðingar segja okkur að frá því að gosmyndurinn sést í Kötlu, þá getur liðið að 2 til 4 klukkustundum í flóð. Þannig að við höfum alveg tíma, en þetta er ekki langur tími til að gera mikið, en ef við erum búin að undirbúa okkur og menn eru upplýstir, þá styttum við viðbragðið. Og frá því að hlaupa fyrir sjó, þá, Ármann talaði 20–40 mínútur í náðan, einhvern tímann hef ég haft eftir einhverjum snillingi að það séu 35 mínútur, þetta sé ekki bara frá þeim núna. Þannig að það eru 35 mínútur frá því að bylgjan eða vatni fyrir sjó, eða hlaupi fyrir sjó, þangað til þetta koma hingað. Og þá aftur segi ég, sjávarinn skiptir máli, við höfum ekki hugmynd magni sem kemur og þegar það útskýringar hér af hverju það er. Ef það verður þetta gjóskulöp, þá náttúrulega erum við að tala alltaf annað magn og svo hefur við ekki hugmynd bylgjanir heldur. En það er nú einhvern þessi sjávarflóð með þessar flóðbylgjur að bylgjulengdin er alveg gríðarleg, yfir mörg 100 kílómetra. Og bylgjulengd er öldutoppur í næsta öldutopp. Þess vegna hafið þið svo oft heyrt sögur að þið kannski þegar að kemur bylgja og veldur mikið tjón, fólk fyrir björgunina, svo kemur öðru. En við myndum rýma hafnasvæðið og trúlega halda í þannig bara talsverðan tíma. 6 klukkustundir er eitthvað sem við höfum rætt, en eins og ég segi, það er ekki búið að skrifa þetta niður í fasta viðbragðsáætlun. Þetta er bara eitthvað verkferla sem við höfum bara sett niður fyrir okkur í þessu starfi sem við höfum verið að vinna með sérfræðingum. Rafmagn hefur trúlega tekið á hafnasvæðinu þegar hlaupa fyrir sjó til þess að forða frekara tjóni og síðasta hálftíma svo þá verður við enginn á hafnasvæðinu. Þá erum við bara að tala norðan við strandveg. Að það er bara svæði sem við erum í rýma, við erum bara að halda alveg frá því. Og eins og ég segi aftur, við vitum ekki hvað verður. Það er ekki þannig að við búumst við einhverju rosalegu mannfall eða eitthvað slíkt. Ef við náum að koma fólkinu frá hafnasvæðinu, bærin er alveg fólk eins og þeir komið fram í Ármanni. Fólk fer það bara harðra upp í bæ, sko, að það líður mjög illa að vera hann í miðbæ. En við höfum engar áhyggjur af því kannski að flóðið fari þangað. En það er fyrst og fremst verið að fá það tjón. Geta gert ráðstafanir til þess að það verði ekki gríðarlega eignarstuð líka. Þannig að undirbúningurinn er lykilatriði, en óðagátt og hræðsla eru óþörf mínu mati. Það er mjög viðráðlega hægt með eldgos, þessi flóðbylgja. Það er að segja viðráðlega hérna í Vestmannaeyjum. Ef það væri eitthvað sem í Vestmannaeyjum þá væri það kannski erfitt að meta það, en þetta við fáum tíma til að undirbúa okkur og frá því eins og ég segi, gosmyndurinn sést á við höfum 24 klukkutíma. Nú eru sendar tilkynningar með SMS til fólks
Þannig að það gert bara með tiltölulega einföldum hætti að allir á sama mastri fá tilkynningu. Og ég sé það bara þannig fyrir mér að það væri bara ástæða til þess að tilkynna öllum í Vestmanni. Það er búið að loka hafnarsvæðinu. Eitthvað tilkynningu um það hvað það er að kjósa. Og þannig að fólk hafa það upplýsingar það og fara fólk að þvælast á staði. Já, og svo þessi rýming. Það náttúrulega þarf að tryggja það að enginn verði fyrir þessu. Og þannig að við myndum fara þá í lokanir á þessu svæði. Og það sem við hefum gert líka, og var náttúrulega mikið í kjölfara á þessum fundi sem haldum þetta í alvegis í janúar í fyrra, að þá fengum við náttúrulega hagsmunaaðila við höfnina til þess að koma og fá þessar upplýsingar beint frá sérfræðingunum, sem var mjög gagnlegt. Þegar þau hafa hafið undirbúning. Menn fara að skoða í hverju getur við mögulega nefnt hér og að fara að tryggja sig. Til að mynda veit ég að vinnslustöðin setur bara upp verkferðla eða það skipinu sér. Að það er bara manna skipin með ákveðinu lágmarksmönnum og sigla þeir út fyrir. Og þannig er þetta svipað trúlega að vera það hjá öðrum útgerðarum líka, þó svo menn séu kannski komin mislangt í forminu, en þá núna áttar menn sig á því ef Katla fyrir að kjósa, þá þurfum við að fara að gera í málum. Þannig að líklega þá var að fara skip hérna úr verði. Auðvitað vitur ekki hvað verður og getur sagt þú ert með uppsjávarskip sem hefur djúpust upp á 6 metra. Það kannski kastast ekki svo auðveldlega upp á kæjan bara, en það getur slegist til. Það getur bara skemmst eða þannig að það kannski óþarf að taka þá áhættu. En svo er annað. HS Veitur náttúrulega með tengivirki sína á Bryggjum fyrir rafmagni og það þarf auðvitað að vernda það og það hafa þeir gert. Þeir hafa keypt sér einhverja hlera til að loka og gert ráðstafanir, þannig að ef að Katla fara að kjósa, þá eiga þeir ekki að fóra í veg fyrir það að við verðum rafmagnslausir, sem þetta bara gríðarlega mikilvægt af. Þannig að með því að upplýsa þessa aðila, að þá er til í okkur vera á miklu betri stað, heldur en áður. Þannig að þetta er bara það sem er svona í grundvallaratriðum þetta plan, reyna að taka eitthvað tjónið við höfnina, rýma, skipin fara á höfn. Og eins og ég segi, þegar það gert viðvart, þá vil fólk bara koma sér af þessu svæði. Og við náttúrulega búum við það, við erum með öfluga viðbragðsaðila og við vinnum þetta saman í því. Þannig að maður sér að það koma fleira þessu heldur en við á lögreglunni. Það er þetta björgunarfélagið og slökkviliðið sem er aðstoða okkur í lokanir og halda fólki frá þessum svæðum. Þannig að, já, svo eins og ég sagði það, þetta bara svona frá sögum. Þetta er algjörn mistök að fari á niður á hafnarsvæði þegar fyrsta bylgjan er farin. Þess vegna er mikilvægt að halda svona rýmingunni í smá tíma. Þannig að ég segi bara allur er varinn góður og við búumst ekki við verstu hamförum sem hægt er að fá við þetta, en þá værum við kærlaus ef við myndum ekki að horfa í þessar áttir og undirbúa okkur og vita hvað getur gerst. Þessi myndir er frá Japan og það setur ekki svona alveg fyrir sér, en ekki samt svona. Það er til vídeó á þessu á netinu, en þetta gerist svo rosalega hægt. Það er eiginlega ótrúlega merkilegt að fylgjast með þessu. En sjóðum lauma sér einhvern veginn að meina byggðina. En við hjá almannavörnum þekkjum hættuna og við munum bregðast við, það er alveg klárt. Fólk mun fá tilkynningar, verður að fara í rýmingar, þessi aðgerð sem við þurfum að fara í. Þannig að eins og alltaf, þá vonum við það besta, en búum okkur undir það besta. Þannig að ég ætla að tala þetta. Fleiri orð, takk fyrir. Við þetta hætta hálfsjón, það er 2 mínútur eftir. Þannig að ef að menn vilja spyrja, en getur ekki spyrja kallum á. Þú talar tilkynningu SS-flóður, SS-flóður fyrirgefur. Gerist þetta að nóttu til? Þannig að það er ekki íbúana. Og við höfum ekki áhyggjur af íbúana. Það er þetta að bara Við höfum ekki áhyggjur af íbúum sem sóðu bæ í þessum, kannski að varandi flóðskýrum. En það er náttúrulega ræs sem eru vélstjórar eða stýrimenn á skipunum sem eru að vinna í stöðunum og þeir sem eru að tryggja ykkur að hagsmunum.
Það verður þá bara að fara með aðra leiðin í því. Já. Fyrirgeðu, Þú hún meinar það aðalega þessi aðeins sem að... Já, við sjáum ekki ástæðu til þess að veita þetta bæjarbúa. Já, fyrirgeðu, já. Já, við erum að tala sko norðan strandfis, við erum að rýma. Það öll fáa íbúðir, það bara örgulega eða næstum fólk í síma, þá er þetta bara gamla bankar. Ég ætla að spyrja mig í sambandi við hann SMS-boðin. Eru ekki flautur frá almannavarnir sem vekja íbúana til dæmis að nóttu til eitthvað virkilega alvarlegt kemur upp? Nei, við erum ekki með þessu. Eru ekki með almannavarnaflautur hér sem vekja fólki miðnótt? Nei. Er það eldgosbyrðar? Sko já, það er sko, en nú að margirðir, ég horfði bara fram með það sem voru í eldgosum í eldfinninni sko. Mér skýrst og að menn hafa kert með sýriflunar á og nákvæmlega átti nákvæmlega á slíkt sko. Ég veit að almannavarnir flaut með gömur séu bara 20 ára eftir sko. Ok, Stefán? Bara einfalt, hvað er þá öruggt svæði? Mína við þessar liti sem voru settið fram, guðlaus og sókum rauður, hvað er öruggt svæði frá því bæinn? Bara mína við það. Það er öruggt svæði. Það myndi segja að ég skal útskýra þessu myndir betur sko. Eins og þú Páli segir, þá er þarna norðan strandvegarviðmiðin og þegar við erum að gera svona þá erum við að skoða verstu og bestu mögulegu útkomu eða kemur hver. Okay? Og við reiknum með því að sem sagt út frá þessu að við höfum ákveðinn tíma. Við höfum þess að 35, 40, 20, 40 mínútur frá því að hlaupa fyrir sjó og þá fáum við fyrstu upplýsingur hversu alvarleg bylgjan þetta voru. Og þá eru það myndu almannavarnir hugsanlega færa línun eða ef það er eitthvað voðalega að gera. Þá færa við línun og skiljiði. En í viðbragðinu þá er það gott að miða við strandveginn. Það er náttúrulega heilmikið af fjárfestingum þarna niður frá kringum þarna. Og það er náttúrulega bara í sjálfum sér bara vitleis að taka sensin á því að láta þetta fara fjandar. Og hvað þá það er fólkinn á Hafnarsvæðinu, það verður náttúrulega bara að færa sig. Eins og myndir sem Páli sýndi þarna í Japan þegar hafði byggt vegg eftir reiknum með að byggjan yrði aldrei herri 9 metrar. Svo var byggjan 10 metrar. Þeir voru búin að byggja vegg í allan fjörðinn 9 metrar háar til að verjast þessari byggjum. En svo fengu þeir over 10 fyrir byggjuna. Og það er alveg sama hér, sko hér er bara verið að hugsa öryggi. Og það er aftur þetta sama hræðsla en ekki hræðsla. Það var enginn um hrættu við þetta getur gerst eftir 10 ár, eftir ár, þetta getur gerst eftir 100 ár. Menn er ekkert frá límingum, menn er bara að vita að þetta getur gerst. Almannavarnir gera síðan sínar áherslur. Þegar til atburðar kemur, þá er hellingur af mannskap og tækjum og tólum sem fara út, sem eiga að mæla og geta bætt við upplýsingar áður bylgjandi meina. Við höfum tíma, ef við fáum þessar baugju, ef þeir í Seattle koma með okkur að finna þessar baugju, þá erum við með baugju sem segir okkur hvað bylgjandi skóla. Þá leið Páli hvað hann var að gera hérna. Þá hefum við 30 mínútur til undirbúið hvað að gera það. Það var ekki bæta við með svona baugju á Hawaii. Ég reyndi að það kæpa að þið fylgja stílt með sérstaklega þegar fótur í góma. Það var ekki að dýfa sér niður á strand og starta og rekki. En við langar líka að bæta við með þess að sko hérna hræðslan ekki hræðslaði og það er allt að hugsa þetta út frá ef þú byrðir fjölbýlishúsi. Það er bruna á viðbragð við kviknar í húsinu. Þá er fólk tilbúið að bregst við ákveðna. Menn er með viðbragðsáætlun og fer það ákveðin stað, það kemur þarna niður og þetta er nákvæmlega. Það er enginn sem að þó sem við viti það ekki kviknaði í blokk. Það er ekkert hægt til það að flytja. Menn búið þetta í blokk. Það er að vita hvernig það bregst við. Það er fyrst og fremst í stöðu. Mér langar að vita hvað er möguleiki á að aldan hækki þegar hún kemur inn, að hækka þetta 6 metrar Þetta þurfum við að klára reyna. Já. Vonandi bara tekst það á bara næstu mánuðum að við fáum einhverja hlutum því að við höfum að setja upp nokkur dæmi og hvernig það er annars
vegar eðlisþyngdin og vökvann sem er að fara til sjó og svo hins vegar við látum þetta úr landbrunnsskíðinni. Og hvort það flóðið að fjara? Já, það flóðið að fjara og það spilar hægt inn í því. En að sjálfsögðu, eins og Pálið sem er hérna yfir maður almannavarnanna hérna, að hún verður náttúrulega að hafa eins góður upplýsingar og hægt til þess að geta búið til áætlanir. Annars erum við bara að ganga út í plánu. Hversu sunnalega nær þessi rauða tóta hana? Rauða tóta, hún fer alveg yfir eyðið. Já, hversu sunnalega? Það er ekki bara upp að Vestmannabraut þarna. Á hóteli? Þetta stefnir til að búið hérna nú. Þetta er bara strandfjörður. Það er eitthvað lunda. Það er eitthvað lunda. Þetta er ekki fyrir að lunda. Þetta er ekki upp á Þetta er náttúrulega einhver greining sem að við Þetta er rosalega nálægt mér. Það er annað sem við þurfum að gera. Hvort það skiptir máli, hvort hlaupin kemur út Sólvarsand eða hvort það er Mýrdalssandur eða og það er eiginlega nokkuð ljóst ef það kemur þetta yfir landeignar þá dreifist það yfir svo mikið svæði þannig að það er eiginlega ekki kraftur í því þegar það kemur út sjó. En það er út á Mýrdalssandi er það þessi straumur sem kemur niður Múlavísla sem er hættulegastur. Hann kemur snöggt niður, fullur af drullu og tekur stuttan tíma að fara til sjó. Straumurinn sem fer út í Hómsá og fer hann í meðland og þar, hann er að fara yfir miklu meira svæði þannig að hann dregur úr kraftum á honum þegar hann er komin í sjó. Besta styrkveitin er skoði niður hérna Sólvarsand. Það er styrst í sjóðar, það er stórt sem hangar. Þetta er þess að við fóruði Það er vestar. hugsanlega vestar til þjóðir. Þetta er svo langt stysta leiðin. Ef þetta er mikið farnum fyrir hlaupi þá er það stysta leið og mest mæli það stærsti finnsta farnum. Það hefur gerst. Já, það er síðast að 1262 ekki. Það er 12 og 1790. Þú sagði að eftir þetta fórstu þá hefði treykingarna fæst inn í öskuna sjálf. Jarðskjálfti. Já, jarðskjálftinni. Hefur það áhrif, finnst þér haldið að það geta áhrif? Það er erfitt að segja til það. Jarðskjálftar myndast þegar skoppa brott. Og það getur verið að þau sem finnst að brjóta getur brjótaskoppan þess aðlægi bengi á þeim stað sem að brotið er. En það getur líka verið að brjóta eitthvað með hlýsta hérna og þá er þetta að tegja hlutin á beglaða. Þannig að þið sjáum að það jarðskjálftin ekki segja okkur endilega hvað góðsturinn Það er bara, í þessu eins og þetta er náttúrulega mjög flókinn tækni, við erum ekki orðin eins góður og veðurfræðinir sem hafa gerðum þetta og sjá hvernig skýin hafa sem við höfum ekki alveg sem tækni að það en svona langtímaspá, ég myndi segja að tækjakosturinn sem við erum með í kringum þessi eldfjöld núna hann var mjög lélegur ef við sæjum ekki fyrir svona með 12 tíma fyrir var að fara þetta var það væri bara mjög Það væri mjög slæmt. Það væri mjög slæmt, já. Það væri ekki nema að vera sólmynd og búin að vera sólmynd í margar dagar. Það voru batteríslaus og góðstunni. Nei, þá skulum við heldur bara nóg í kafri og það sé eina setning á. Gunnar Júlíusson, hann er búin að vera að vinna heilalega mikið með þessa mynd. Við erum búin að stækka þetta upp. Þetta er hörnung að sjá því hvað vesturinn að þetta sjálf. Það er að segja blend öðru. Það er algjörlega vonlist að sjá hvað þetta er. En þetta er búið að sleppa þetta að gera þetta frábælega skýrt og flott og nú hendur við og farið til þetta bara yfir og búið kaffi og menn hendur upp höstum við hérna skólunum eftir að höstu og þá getur við komið að skoða þetta og yfir þess að kappa hérna og þá getur við farið í hérna farið í hægum sig og það fyrir.